Hjá hraðfrystihúsinu Norðurtanga HF á Ísafirði leggja meðal annars að jafnaði upp 3 línubátar. Þeir Orri, Víkingur III og Guðný. Nokkurra ára skeið hafa áhafnir þessara báta gert sér þann dagamun að lokinni vetrarvertíð að fara í nokkurra daga skemmtiferð til Reykjavíkur ásamt eiginkonum og öðrum gestum. Vorið 1978 var hins vegar ákveðið að bregða fyrir sig betri fætinum og ferðast út fyrir pollinn, nánar tiltekið til Þýskalands og Austurríkis. Og á meðan bátarnir lágu mækindalegir í höfninni eftir stranga vertíð, voru áhafnir þeirra í óða önn að ferðbúast, en áhugi fyrir ferðinni var mikill og urðu þáttakendur alls 53. Og að kvöldi hins hefðbundna lokadags 11. maí hófst svo fyrsti áfangi ferðarinnar með flugi frá Ísafjarðarflugvelli og til Reykjavíkur. Og nú má segja að ferðin sé raunverulega hafin. Í höfuðborginni var gist á Hótel Loftleiðum í góðu yfirlæti í 2 nætur. Og síðdegis, laugardaginn 13. maí, hófst svo ævintýrið fyrir alvöru þegar gengið var út í rútuna sem flutti hópinn til Keflavíkurflugvallar. Að lokinni hæfilegri viðdvöl í fríhöfninni stigu menn svo hressir og eftirvæntingafullir borð í Boeing-þotu flugleiða. Og hér er farastjórinn vestan Núlbaugs, en hann hafði í ýmsu að snúast allt til hlutdags. Flogið var skýjum ofar sem leiðir liggur til Stuttgart í Vestur-Þýskalandi, en á flugvellinum þar byggðu hópsins 2 öndvegismanneskjur
leiðsögukonan Rósmarí og rútubílstjórinn Dieter, sem bæði tvö reyndust hópnum afbragðsvel. Að lokinni einnar nætur gistingu í Hótel Ice í Stuttgart var stigið upp í rútuna og ekið áleiðis til höfuðborgar Bæjaralands, München, en þar átti að vera aðal bækistöð hópsins í ferðinni. Staldrað var við hjá Liechtensteiner kastala og hann skoðaður gaumgæfilega. Og hér eru menn komnir upp í rútuna á ný og áfram er ekið sem leiðin liggur í átt til áfangastaðar. Næst var höfð viðdvöl í borginni Ulm sem meðal annars státar af stórri og fagurri dómkirkju sem var hvorki meira né minna en 500 ár í smíðum. Turn hennar er líka hæsti kirkjuturn í heimi, 161 metri á hæð, og mestu þrekmennin í hópnum létu sig ekki muna að ganga alla leið upp í turnin, en þar sem hvorki myndatökumaður né textahöfundur þessarar kvikmyndar voru í þeim hópi, fer ekki frekari sögum af því hér sem þar bar fyrir augum. Einnig var höfð viðdvöl í borginni Augsburg og farið í smá gönguferð, en fremur var götulífið kyrrlátt, enda var hvítasunnudagur. En þrátt fyrir helgi dagsins sögðu líkamsþarfirnar til sín að sjálfsögðu. Til München var svo komið snemma kvölds og gist á mjög góðu hóteli, Thur Hotel. Í bítið morguninn eftir voru menn mættir galvaskir við rútuna þrátt fyrir ótæpilega bjórdrykkju í Hofbräuhaus kvöldið áður, því nú skyldi Münchenborg skoðuð. Fyrst var farið á Ólympíusvæðið sem byggt var upp vegna Ólympíuleikana 1972. Úr Ólympíuturninum gafst hinn ágætasta yfirsýn yfir Ólympíuþorpið og svæðið í heild, sem á sínum tíma var vettvangur mikilla átaka, bæði drengilegrar íþróttakeppni og blóðugra hermdarverka. Allt landslag á Ólympíusvæðinu, tjarnir og vötn, hæðir og hólar eru tilbúin. Og í grennd við svæðið hafa ýmis stórfyrirtæki byggt yfir starfsemi sína og hér gefur til dæmis að líta nýstárlegan húsakost BMW fyrirtækisins. Og hér er beðið eftir lyftunni inn í Ólympíuturninu.
hér er hópurinn kominn allur niður á jörðina á ný. Frá Ólympíusvæðinu, meistaraverki nútímans, lá leiðin beint til fortíðarinnar, til Nymphenborgarhallar sem Lúðvík I bæjarakonungur byggði á sínum tíma. Er höllin afar glæsileg, enda nær nákvæm eftirlíking af Versalahöll við París. Héðan stjórnaði konungur ríki sínu og hér gamnaði hann sér með sínum fjölmörgu ástmeyjum. Og ekki var hallargarðurinn beinlínis dónalegur. Næst var svo haldið á Ráðhústorgið og fylgst með klukknaspilinu víðfræga í Ráðhústurninum. Það fer í gang klukkan 12 á hádegi dag hvern og á að tákna kunna atburði sögunnar. Og hér er klukknaspilið komið á stað. Síðan var ekið vítt og breitt borgina og loks næddur sameiginlegur hádegisverður og hér er hópurinn utar við matsölustaðinn. Þriðjudaginn 16. maí var ákveðið að bregða sér til útlanda og fara í dagsferð til Salzburg í Austurríki. Ekið var í austurátt og var leiðin bæði fögur og skemmtileg. Höfð var viðdvöl við stöðuvatn í Chiemsee en út í því vatni eru tvær eyjar sem heita Herraeyja og Frúareyja og var farið í bátsferð út í Herraeyju. Og hér eru fararstjórarnir eitthvað að brugga. Hér er gengið á land í Herraeyju, en þar í eynni stendur ein af höllum Lúðvíks II bæjarakonungs, en sá góði maður hafði það fyrir hobby að byggja hallir og þær ekki að verri endanum. Og hér er gengið áleiðis til hallarinnar. Hér blasir við framhlið hallarinnar og hallargarðurinn. Og hér er höllin skoðuð að innan.
Athyglisvert var að farartækin í þessari ágætu eyju voru engin aflmeiri en 2 hestöfl. Og svo var stigið aftur um borð í bátinn og siglt til lands á ný. Og hér er okkar ágæta Rósmarí. Og það var augsýnilegt að ýmsir fleiri en Íslendingarnir höfðu átt erindi út í Herraeyju þennan dag. Og nú er ekið á stað á ný og landslagið verður hrikalegra eftir því sem nær dregur austurrísku Ölpunum. Nokkur töf var það sjálfsögðu við austurrísku landamærin á meðan formsatriðum var fullnægt. En von bráðar voru menn komnir inn í Austurríki. Leiðsögumaðurinn í Salzburg var 83 ára öldungur sem var langt frá því að bera með sér hinn háa aldur. Og undir hans leiðsögn var hinn gamli kjarni þessarar fögru og skemmtilegu borgar skoðaður. Hér er skemmtilegt manntafl á einu af torgum borgarinnar. Og þarna er nýstárlegt farartæki sem við áttum eftir að reyna síðar. Athyglisverðar eru hinnar fjölmörgu styttur sem skreyta hús og torg þessarar borgar. Hér er verið að huga að minjagripum og í þessu gamla húsi bjó hið ástsæla tónskáld Mozart og þar er nú minjasafn tónskáldið. Og víða blöstu við skemmtilegar götumyndir í hinum þröngu götum sem skreyttar eru gömlum og fjölbreytilegum húsaskiltum. Og farartækin voru af ýmsum gerðum eins og sjá má. Og hér er gengið í gegnum gamlan kirkjugarð. Á háum kletti sem gnæfir yfir borgina er fornt borgarvirki sem þótti óvinnandi hér áður fyrr. Þangað upp var farið með teinabraut og var leiðin reyndar mun brattari en virðist vera á þessari mynd.
var komið, blasti við tilkomumikið útsýni yfir borgina og nærliggjandi héruð. Hér er gengið innan virkismúranna og þarna blasa Alparnir við í fjarska í allri sinni tign. Og farið var niður aftur með sömu teinabrautinni og farið var upp áður. Og hér er staður sem alltaf var jafn vinsæll, hvert sem farið var. Og enn var gengið borgina og skoðaðar fagrar og frægar byggingar og hér má meðal annars sjá dómshúsið eða hluta af því. Og ekki var síður skemmtilegt að virða fyrir sér mannfólki. En loks var svo Salzburg kvödd og haldið heimleiðis á ný. Á heimleiðinni var aftur staldrað við á landamærunum, en í þetta skiptið var greinilegt að landamæravörðunum var ekkert kvikmyndavélina gefið. Og svo var ekinn sama leið og morguninn, bara í gagnstæða átt og stefnan tekin á München. Hér erum við komin inn í Þýskaland á ný. Þarna er fögur fjallasýn. Og hér er ekið meðfram vatninu Stóra Chiemsee sem við kynntumst nánar morguninn þegar við fórum í siglinguna. Og til München var svo komið þegar talsvert var liðið á dag. Daginn eftir, miðvikudaginn 17. maí, gátu menn notað að eigin geðþótta, en fjölbreytilegt mannlíf milljóna borgarinnar þótti mörgum ærið skoðunarefni. Hér hittast menn aftur og kvöldið var svo stiginn dans í skemmtistaðnum Hackerkeller. Fimmtudaginn 18. maí var komið að því að kveðja München, heimsborgina með hjartað, eins og Þjóðverjar gjarnan kalla hana, og var ekki laust við að hún var í kvödd með nokkrum söknuði. Hins vegar var nauðsynlegt að fá sér staðgóðan morgunverð áður en lagt var af stað, og hér sjást menn tínast út úr veitingasalnum. Og nú var ekið í suðurátt í átt til Alpafjalla.
þar sem ekið var eftir Ólympíustræti þótti Dieter tilhlýðilegt að gefa svolítið í. Það er greinilegt á landslaginu að við stefnum í rétta átt. Og nú var höfð viðdvöl í skíðabænum víðkunna Garmisch-Partenkirchen, en þar fóru fram vetrarólympíuleikar árið 1936 og heimsmeistaramót skíðamanna árið 1978. Það var litið inn í skautahöllina, en þar stóð einmitt yfir æfing listhlaupara á hjólaskautum. Það var litið inn í skautahöllina, en þar stóð einmitt yfir æfing listhlaupara á hjólaskautum. Það var fylgst með æfingum listhlauparanna stund, en sumir slógu sig bara upp í kæruleysi og fengu sér einn. Að lokinni heimsókninni í skautahöllina var farið í gönguferð bæinn og hann skoðaður ögn nánar. En ólíkt mun vera þó meira líf í þessum bæ þegar skíðavertíðin stendur sem hæst. Það kemur sér svo sannarlega vel að geta sprett úr spori þegar rútan bíður. Hér er ekið fram hjá skíðastökkbrautunum við Garmisch. Og þarna má sjá plágalyftur á ferðinni. Frá Garmisch var svo ekið í norðvestur átt og næst höfð viðdvöl í litla klausturþorpinu Ettal. Þar var skoðað stórt munkaklaustur og klausturskirkja, en munkarnir þarna eru einkum nafntogaðir fyrir framleiðslu á afbragðsgóðum líkjör sem mönnum gafst auðvitað kostur á að bragða.
Síðan var haldið af stað á ný og ekið grösugar sveitir. Og næst var stansað út í sveit hjá kirkjunni Indervís eða í Enginu. En þar gerðust kraftaverk hér fyrr á öldum og sjúkir fengu bót meina sinna. Og auðvitað var þessi kunna kirkja skoðuð. En ekki dugðu mönnum þó andlegheitin ein. Maginn var líka upp á sitt. Hér er ekið fram hjá stóru og miklu stöðuvatni og þarna er vinsæll sumardvalarstaður og menn gista gjarnan í hjólhýsum og tjöldum á vatnsbakkanum. En þá var það á eigi okkar enn ein af höllum Lúðvíks annars og heitir höll þessi Neuschwanstein. Og auðvitað sátu menn sig ekki úr færi að skoða hana þótt brekkan upp að henni væri bæði löng og brött. Og ósköp var gott að fá sér svalandi berglindarvatn að göngunni lokinni. Og hér er þessi glæsilega höll skoðuð að innan. Og hefur þarna í engu verið til sparað frekar en í öðrum höllum Lúðvíks annars. Hér sést svanurinn sem nafn hallarinnar er dregið af. Og hér er Rósmarí á niðurleið og aðrir fylgja á eftir. Og vel mátti svo sporðrenna einni pilsu eða svo áður en sest var í rútuna á ný. Og nú fikaði rútan sig hærra og hærra upp í Allgäuer Alpana sem voru orðnir snæviþaktir þegar komið var í þessa hæð. Og þegar degi fór að halla var ekið inn fyrir austurrísku landamærin í fjalladalinn Klein-Valsertal og loks staðnæmst í litla skíðabænum Mittenberg. Þar var gist í glæsilegu skíðahóteli Apart Hotel. Hefðu flestir þegið að dveljast þarna lengur en eina nótt en ekki var setunar boðið. Í bíti næsta dag var gengið út í rútuna á ný og ekið niður úr Ölpunum
næst var staðnæmst við Bódenvatnið, sem er stórt og mikið stöðuvatn á landamærum Sviss og Þýskalands. Staldrað var við stund í bænum Lindá við Bódenvatn, en síðan ekið eftir norðurbakka vatnsins til bæjarins Meeresburg. Þar var rútan yfirgefin stund og stigið borð í skip sem flutti hópinn út í Mainá-eyju. Og eins og sjá má var töluverð skipaumferð Bódenvatnið. Mainá-eyja er rómuð fyrir óvenju fagran og fjölskrúðugan gróður, enda er gróðursældin slík að líkara er því að menn séu staddir í hitabeltinu en í 400 metra hæð norðan Alpafjalla. Hér má sjá hvernig blómabreiða er látin mynda Bódenvatnið og staðina umhverfis það. En annars tala þessar myndir best sínu máli fegurð þessarar eyjar. En þessi eyja, hún er í eigu sænska greifans Bernadotte, sem býr þarna og sagt er að hann lifi góðu lífi af þeim fjölda ferðamanna sem leggur leið sína út í eyna. En svo kom að því að þessi fagra eyja var yfirgefin og siglt til lands á ný, þar sem rútan góða beið okkar. Hér er gengið í átt til rútunnar og sumum þótti vissara að létta svolítið á sér áður en stigið var upp í vagninn. Og nú var ekið á stað aftur og var nú ekið nær viðstöðulaust í norðurátt. Og var akstrinum ekki lyft fyrir en áfangastaðnum Stuttgart var náð og hringnum hafði þar með verið lokað. Og var nú gist aftur á Hótel Æs eins og fyrstu nóttina í Þýskalandi. Laugardagurinn 20. maí var lokadagur ferðarinnar. Morguninn var notaður til innkaupa eftir því sem gjaldeyrisvarasjóðir leyfðu. Hér sjást menn koma furðu hressir úr innkaupunum.
og hér sést hvar hópurinn safnaði saman á einu af torgunum, eftir að búðarferðum lauk. Hér sést gamall og fornfálegur bíll, en síðan var ekið í skoðunarferð Stuttgart. Og hér er haldið inn í stóran og mikinn blómagarð sem ber nafnið Barockblüten. Var ósköp afslappandi að reika þarna þennan fagra garð eftir ísinn og þísinn í stórverslununum morguninn. Auk hins mikla og fagra gróðurs eru í garði þessum ýmiss konar fígúruverk sem minna eiga á mörg af Grímsævintýrum. Hér er verið að kanna vínámurnar sem því miður voru tómar. Þarna er Hans og Greta úr ævintýrinu. Hér eru skórnir sem dönsuðu og sitt hvað fleira. Hér eru kátir ferðalangar í rútu á undan okkur, en að lokum var svo ekið til bæjarins Heilbronn sem er skammt norðan við Stuttgart og farið þar í eftirminnilega heimsókn í vínkjallara. Hér er skipst á skilnaðargjöfum við okkar ágætu leiðsögumenn og bílstjóra, en síðan var haldið í vínkjallarann. Þaðan héldu menn svo kátir og hressir til flugvallarins og von bráðar var stefnan tekin heim. Ævintýrið var á enda.